Ja, Steini, hlýtur að sáttum hennan sigur, eða byrjum þar? Já, það er mikið sigur og mér fannst við bara fín í kvöld, sköpum alveg slatta færum, voru ógnandi í föstu leikatriðum og sköpum færi þar. Og svo líka fannst mér hafa stjórn á leiknum, þú veist, seinni hálfleik fannst mér algjörlega stjórn á leiknum. Það var 2 móment í fyrri hálfleik sem við vorum að gefa þeim færi, opnanir. Það var alveg eina skipti fannst mér sem að þær voru eitthvað svona að fenga einhver opin færi, það var út frá því. Það var svona einhverja sóknarinn í fyrri hálfleik sem var svona smá usli en ekki þannig að það var eitthvað stórkostlegt. Þú veit, margar góða svona í góða áhlaup, vantaði ekki smá edge bara fyrir framann markið? Já, það var það, þú veist, fengum ágætisfæri, þær eru góðar í að verja markið, þú veist, þær eru fljótar að koma sér niður og liggja mjög central í því, þannig að það er ekkert auðvelt að fá dauðafæri á móti þeim, en við fengum alveg ágætisfæri og þetta, það maður vilja, mann er liðið betur með eftir leið á leikinu að koma 2-0 yfir og vera með þessa stjórn á leiknum, þú veist, þetta veit maður aldrei hvað gerist, þannig að mér finnst þetta bara að vera fínt. Heldur aðstæður hafa ekki skapt einhver áhrif á vellinum? Nei, bara mjög völlurinn fínn, þetta var hann blautur og allt það, en ég held að það hjálpa okkur frekar heldur en hitt, sko, að boltinn rennur hraðar og svona, þú veist, eins og ég stilti upp hröðu leikmannum þarna fremst til að nýta mér aðstæður líka, að við getum nýtt okkur það að vera hraði í liðinu og þannig að ég held að það hafi bara tekist ágætlega, þú veist, það er átt í basli með þær, þú veist, þegar komist á ferðina og það var svolítið svona hugmyndi með þessu líka að vera með 3 fljótar þarna frammi þannig að Úkraína þar er erfitt fyrir að díla við stöðun 1 og 1 á okkur stóru plássi. Talmakar byrjaði fyrsta sinn landsliðinu, hvernig hefur verið að vinna með hann í þessu verkefni og síðustu verkefni? Bara flott sko, hún er frábær leikmaður og flotti karakter og bara er jákvæð og er all in í þessu og ætla sér langt, þannig að það er bara gaman að vinna með henni og hún á bara framtíðina fyrir sér. Lindarlíf kemur líka í fyrsta landsliðinum og spennandi leikmaður. Já, þetta setur maður inn center, maður vonast þar til að þú takir það með þér úti og það sért heit og allt það og það sért með markanefið í gangi, en þetta veit maður aldrei hvað gerist, en hún bara kom spræk inn og ég er bara sáttur við henni að flesta öllu leyti, nema að hún skoraði. Klódís auðvitað jafnar leikjametið og á bara fanta fína leik, nokkur orð bara hana? Auðvitað skiptir hún okkur gríðarlega miklu máli. Hún er náttúrulega leiðtogi inn á vellinum, leiðtogi fyrir utan völl og hennar vegfæri í þessu landslið í, ég veit ekki, 13 ári eða 14 ári eitthvað. Hún er bara búin að vera frábært að fylgjast með henni og líka frábært að vera með henni í sínu liði og ég held að hún sé bara góð fyrirmynd fyrir alla leikmenn, góð fyrirmynd fyrir leikmenn til þeim sem kom inn í landsliðið og þú veist, þannig að það er bara gott og hún á bara allt gott skilið. Það hlýtur á svolítið svona sjálfstraust búst líka fyrir leikina mútið Englendingum, hvernig sé það? Jú, allir sigra næra mann og hjálpa leikmanni svona að líða betur í næsta verkefni og þú sért ekki með einhverja drauga á bakinu og það er algjörlega að skipti máli og þú veist, þetta er bara næsta skref, núna er bara England og næsti leikur, það er einu sem skiptir okkur máli í dag, það er bara að við erum að njóta sigursins í kvöld og njóta þess að hafa tekið sér 3 stig og síðan bara þegar við vöknum í fyrramálið og þá erum við bara að fara að byrja undirbúkur undir England, klára svona aðeins að loka þessu leik í fyrramálið með fundi og síðan bara förum við og byrjum undirbúkur undir England og það er algjörlega að skipti máli, þetta skipta allir þess að sigra máli og ég hjálpar okkur vonandi sjáum við svona bara íslenskt lið sem að hefur hugrekkinn á vellinum á laugardag. Býstu svona svipuðu uppleggi þá? Hjá okkur? Já. Nei, auðvitað viljum við alltaf vera með boltan en ég gerir mér alveg grein fyrir því að England kemur til með að vera með beina boltan heldur en við. En þá snýst þetta líka það bara að við þurfum að finna leiðir til að refsa þegar við fáum tækifæri og þurfum að refsa og svo þurfum við að vera aðeins aggressífari varnarlega heldur við vorum síðast og aðeins svona hraðar í færslunum okkar og ef við verðum það þá verður þetta hörkuleikur. Ekkert brjálæslega góð mæting á leikinu, þetta er rosalega mikilvægur leikur í þessu undankeppni, svona hefur það að segja? Þeir áhorfendur sem mættu voru frábærir og stóðu sig vel og skiptu okkur máli og auðvitað skal vera hreinskilinn, við veist, svona vonbrigði gagnvart því að liðið er búið að vera bara meðal þeirra 12 bestur í síðustu 5 ár, 6 ár eða hvað það er og
við svona aldrei við náum aldrei einhverju fjölda á völlin og en vonandi, þú veist, England að koma hérna á laugardaginn og þú veist, mér finnst það bara skrítið ef fólk mætir ekki og horfir á kannski nokkra af bestu leikmönnum í heimi og Ballon d'Or og allt þetta sem er í gangi að það væri skrítið að myndi ekki mæta fleiri heldur en voru hér í dag. Það voru, síðasta landsleikjum voru 40.000 manns cirka þarna í Nottingham og 29.000 með það að horfa á þann leik og uppsegja mikil stemning, getur við eitthvað tekið frá því og lært af því? Já, þú veist, Nottingham er örlítið stærra heldur en Ísland og aðeins örlítið fleiri sem búið í Nottingham en Íslandi en samt sem að koma 30.000 og þetta getur komið einhver öðrum bæjum í kring eða borgum. En auðvitað, þú veist, svo voru að spila Wembley í kvöld og ég held að það verið 85-90.000 manns á vellinum þar. Auðvitað vonast maður alltaf til að við fáum áhorfendur til að mæta á völlinu, auðvitað vonast maður til að það verði fjöldi á vellinum en þetta er að gera samt annar staðar, það er að fjölga annar staðar en við erum ekki samt að ná fjölgun hér og það er eitthvað sem við þurfum að líta í eigin barm með að það er ekki fjölgun í kvennaboltanum og hvort sem það er í landsleikjum eða deild og ég held að við þurfum aðeins að skoða það bara hvort sem og út frá því að við þurfum að búa til áhorfendur út frá því að við erum ekki að fara að sækja sömu áhorfendur að mæta karlaleiki. Við þurfum að búa til áhorfendur úr yngri iðkendum sem að fjölga og við þurfum að reyna að draga þær á völlin að það verði þeirra lífstíl að mæta völlin að það er ekki sjálf að fara að spila. Og ég trúi því að það sé vegferðin sem við þurfum að fara í og til dæmis laugardagurinn var einn partur af því að reyna að búa til stuðningsmenn og búa til áhorfendur með því að þeir fái nálægð við leikmenn og annað og það er bæði landslið og félagslið þurfa að gera átak í þessu. Skrítið að horfa upp á kannski knattspyrnudeild sem er með 600 iðkendur í kvennaboltanum en það mæta 150 á leik sko. Það er skrítið og þannig að mér finnst bara félög og knattspyrnusamband við eigum að geta við þurfum einhvern veginn að ná þessu fólki á völlinu og það er eitthvað sem við þurfum aðeins að setjast niður yfir og skoða. Takk.